Þar sagði hún að Valtýr Sigurðsson, ríkissaksóknari, ætti að víkja úr embætti vegna vanhæfis. Og þau Ólína Þorvarðardóttir, alþingismaður, og Ólafur Arnarsson, hagfræðingur, ætla að fara yfir þessi mál og eru sest hjá Sigmari. Verið velkomin. Takk. Ólafur, við skulum kannski byrja á þér. Þú ert náttúrulega búin að vera að kafa í þessi mál, nýbúin að skrifa bók hrunið, sofandi eða feigðarósi og fylgist nú væntanlega vel með Icesave málunum og ert að blogga þetta. Þú segir í nýlegri færslu að þetta sé bara einfaldlega vondur samningur. Hvað er svona vondið? Það er mín skoðun, þetta sé vondur samningur. Icesave verður til af nokkrum ástæðum. Ein þeirra eru gallar í evrópska tryggingakerfinu. Nú, við getum auðvitað ekkert hlaupist undan því að gallar í okkar eftirlitskerfi og ákvarðanir stjórnenda banka hér á Íslandi byggu líka til þetta Icesave, þannig að við berum okkar ábyrgð. En samningurinn er vondur vegna þess að við tökum að okkur að greiða fyrir allan pakkan, má segja. Og ég tel að vaxtakjörin á þessu, þau séu vond. Menn segja á móti að markaðsvextir sem íslenska ríkinu byðust væru hærri og það er alveg rétt, en þetta er ekkert venjulegt viðskiptalán. Þetta er ekki venjulegur viðskiptasamningur. Þetta er nauðasamningur. Við höfum tekið að okkur að borga brúsann, má segja, fyrir evrópska tryggingakerfið og við ættum að njóta þess í hagstæðri vaxtakjörum. Þú hins vegar hefur verið að skrifa inn á þína vefsíðu að þetta sé í raun og veru það eina sem við getum gert, það er að fara samningaleiðin og þetta sé eins hagstæður samningur og hægt er að fá. Já, miðað við allar aðstæður, sko, við auðvitað vill ekkert okkar verið þessum sporum, þetta er ekki auðvelt mál, en miðað við allar aðstæður, þá sé ég í raun og veru enga aðra færa leið í stöðunni. Eins og Ólafur nefnir réttilega, þá berum við að sjálfsögðu okkar ábyrgð og það hefur náttúrulega komið fram að það eignir Landsbankans verða settar upp á móti þessu láni og það má segja að það er þá Landsbankinn gamli sem í raun og veru er að greiða þetta lán en ríkið gengur vissulega í ábyrgð. Það er reiknað með að eignir Landsbankans og það eru 3 aðilar sem hafa verið fengnir málsmetandi aðilar til að meta það að eignir Landsbankans það eru líkur á því að þær geti farið upp í 84 til 95% af þessar upphæð allri. Nú, Alþingi samþykkti strax í desember að það yrði farin samningaleið í Icesave-málinu og fljótlega ef svipa leyti lá á borðinu annar samningur eða dröga samningi sem var mjög óhagstæður var til 10 ára með 6,7% vöxtum ef ég man rétt og greiðslufresti 3 ár. Nú er búið að ná þó minnst að kosti þessari víkkun 15 ár, 7 ára greiðslufrestur, 5,5% vextir og samningurinn er uppsegjanlegur hvenær sem er þannig að ef að okkur býðist annað lán á sambærilegum kjörum þá er ekkert sem segir það að við getum þá ekki greitt upp þennan samning og látið hagstæðari samning taka yfir eða hagstæðara lán. En hvað vilt þú gera, Ólafur? Viltu að við bara hreinlega borgum þetta ekki eða viltu hreinlega ná hagstæðari samningum? Hvaða lausn aðra höfum? Já, ég vil taka skýrt fram að ég hef ekki talað fyrir því að við eigum að berja í borðið og neita borga. Ég tel við eigum að reyna að ná hagstæðari samningi. Það vekur furðu mína að við skulum ekki fá færasta fólk sem völ er á til þess að stýra þessari samningavinnu. Það hefur komið fram að aðal samningamaður bresku ríkisstjórnarinnar eða breska kerfisins stýrði samningaviðræðum af hálfu Breta. Hjá okkur þá fáum við Svavar Gestsson sem nú ætla ég ekkert að vera að lasta Svavar Gestsson, hann er að mörgu leyti ágætur maður og skemmtilegur. En hvar eru þessar kanónur? Þegar við vorum að semja fiskveiðilögsöguna, þá var Hanski Andersson okkar aðal samningamaður, viðurkenndur og virtur sérfræðingur á sínu sviði í þjóðréttinum, á alþjóðlegum vettvangi. Hvar eru þessi menn? Og ef við eigum þá ekki hér innanlands, þá erum við að sækja á annað. En þjóðréttar sérfræðingur utanríkisráðuneytisins mér vitanlega var ekki í þessari samninganefnd. Ég skil ekki svona vinnubrögð. Heldur að þetta hafi gert samninginu eitthvað náttúrulega verri heldur en? Já, ég á bátt með að trúa því að hafa orðið til þess að bæta. Já. Sko, ég ætla ekki að taka undir þetta en er það ekki mitt hlutverk að hallmæla fólki sem hefur staðið í samningagerð fyrir ríkisins hönd. Ég met náttúrulega bara samningin út frá þeim upplýsingum sem við höfum og út frá þeim staðreyndum sem við höfum á borðinu þá sýnist mér þetta vera mun hagfelldari samningur heldur en sá sem að var í uppkasti tilbúinn fyrr í vetur.
Við erum með þessum samningi að ábyrgjast þessa lágmarks upphæð innistæður breskra og hollenskra viðskiptavina Icesave-reikningana sem að við erum í raun og veru bara skuldbundin til þess að ábyrgjast. Þetta eru 20.000 evrur. En samt einhver vafi á því hvort að það sé endilega þannig. Já, sko, það er að minnsta kosti það sem blasir við í stöðunni, að ef við hefðum ekki farið í samningaleiðina og reynt að standa skil á þessum skuldbindingum, sem eru sambærilegar við þær skuldbindingar sem að ríkið í raun og veru að ábyrgjast fyrir innlenda innistæðueigendur, að þá stóðu við bara blöstu við viðskiptaþvinganir og lokanir, og þetta er búið að vera ljóst allar götur frá því í október. Þannig að ef við ætlum ekki að missa algjörlega andlitið á alþjóðlegum vettvang og í alþjóðlegum viðskiptum, ef við ætlum að eiga samskipti við aðrar þjóðir, þá verðum við náttúrulega að koma fram sem ábyrg þjóð. Og eins og ég segi, í þessum samningi felst að það er Landsbankinn sem eigum sínum mun standa undir þessu láni, en ríkið ábyrgist það sem út af stendur. Já, bara örstuð frá okkur þetta, ég meina, getum við risið undir þessu? Ég veit það ekki, við vitum ekki hvort að við fáum að nota eignir Landsbankans í þetta. Það mun reyna á það fyrir dómstólum, en neyðarlögin frá því í haust, þau rugluðu kröfuröðinni í þetta þrotabú Landsbankans þannig að innistæðurnar voru settar ofar öðrum kröfum. Það er ekki víst að það haldi. Ég er ekkert að fullyrða að það haldi ekki, en við vitum það ekki. Ég vil reyndar taka undir það með þér að það er náttúrulega mjög brýnt áður en Alþingi leggur blessun sína yfir þennan samning, að það liggi mjög skýrt fyrir og mjög nákvæmar upplýsingar það hvað verður þetta allt saman. Eignir Landsbankans og mat þeirra upp í þetta. Og það er náttúrulega ýmislegt annað sem við þurfum auðvitað að hafa algjörlega borðleggjandi áður en við leggjum blessun okkar yfir samningin. Ég tala núna bara út frá því sem þeim upplýsingum sem við höfum í augnablikinu og hvernig staðan lítur út á þessari stundu. Það var annað mál líka sem var mjög áberandi í vikunni, mjög stórt mál sem að snýr það hversu trúverðugt í raun og veru má segja. Rannsókn á bankahruninu getur orðið, og Eva Sjóli var hér í viðtali í Kastljósi á miðvikudaginn. Hún talaði það að Valtýr Sigurðsson ríkissaksóknari þyrfti að víkja og þú hefur skrifað á þá lund að þetta sé hálfgerð rugluumræða. Mér finnst það nú. Ég skildi nú ekki alveg af hverju Eva Sjóli kom og lýsti þessari skoðun sinni hér í sjónvarpi áður en hún lýsti henni við dómsmálaráðherra og yfirvöld. Ég hefði haldið að það væri hinn rétti farvegur til að taka málið í. Ég skil ekki af hverju þetta er svona mikið kappsmál hjá Evu Sjóli, og ég velti fyrir mig hvort að hún hefur nákvæmar og réttar upplýsingar, og ég velti fyrir mig líka hvort að hún skilur alveg íslenska réttarkerfi, þetta laga umhverfi sem við erum í. Því nú er það mjög ólíkt franska réttarkerfinu. Í Frakklandi og víðar í Suður-Evrópu, þar eru mjög ríkjandi þessi rannsóknardómarar. Hér á Íslandi eru ekki rannsóknardómarar, og það er meðal annars vegna þess að Mannréttindadómstóll Evrópu setti ofan við okkur fyrir það að sömu aðilar væru að rannsaka og dæma í málum, og við breytum þessu fyrir einhverjum 20 árum eða svo. Hún er vantarlega að líta til þess að Valtýr er ríkissaksóknari, sonur hans tengist Exista og Kaupþingi, og það sé kannski ekki nóg að vikið tímabundið til hliðar vegna þess að það er svo mikil hagsmunir að allt sé hafið yfir allan vafa. Já, þess vegna velti ég fyrir mér hvort að Eva Sjóli, sem náttúrulega talar ekki og les ekki og skilur ekki íslensku, þannig að hún verður að fá sínar upplýsingar frá einhverjum hér á landi. Nú er hún ekki mikið hér og við veitum hún hafði ekki fengið sínar upplýsingar frá stjórnvöldum. Hvort hún fær nægilega ábyggilegar upplýsingar, vegna þess að Valtýr Sigurðsson hafði sjálfur lýst sig vanhæfan í öllum málum sem snúa að þessu bankahruni, og dómsmálaráðherra hafði ráðgert aðgerðir til þess að tryggja það að hann kæmi ekkert að þessu málum. Það eru svo mörg mál sem að heyra undir ríkissaksóknara. Þetta bankahrun og þetta efnahagshrun er bara eitt þeirra. Hvað segir þú? Getur tekið undir þessar aðvaranir hennar? Já, efnislega er ég alveg sammála Evu Sjóli að það hefur gengið of hægt
að varpa frá öllum vafa sem sagt, nú hefur Valtýr Sigurðsson sjálfur lýst sig vanhæfan og þetta er náttúrulega búið að liggja fyrir síðan í október að hann er vanhæfur varðandi varðandi þessa rannsókn og sko það hefur gengið óþægilega hægt að sjá til þess að það væri að störfum saksóknari sem að væri hafinn yfir allan vafa og ég tek undir það að sem ríkissaksóknari sko, mér finnst það eiginlega viðblasandi að hann sé vanhæfur vegna þess að það er svona stór og mikil rannsókn í gangi sem að auðvitað snertir hans embætti og ég skil ekki alveg af hverju það hefur ekki gengið hraðar að hafa mannaskipti. En ég tek undir Valtýr verði settur af sem ríkissaksóknari? Já, það hlýtur að vera hægt að finna einhverja lausn á því. Þetta er lausnin. Þetta er bara verkefni. Hann er búinn að lýsa sig vanhæfan á þessu sviði vegna þessara tengsla. En sko ég tek undir það með Evu Joly að sko það er kannski ekki, sko siðferðilega er það ekki nægjanlegt. Hvorki til þess að vera hafið yfir allan vafa og yfir alla tortryggni. En ég tek undir það að mér hefði finnst eðlilegra Eva Joly kæmi ábendingu sínum á framfæri við dómsmálaráðuneytið áður en hún kemur í fjölmiðla. Nú er ég ekki að gagnrýna það að hún skuli koma í kastljósviðtal og lýsa opinberlega sinni skoðun á þessu máli. Mér finnst það sjálfsagt og eðlilegt og ég skil hennar sjónarmið en mér hefði finnst eðlilegra að hún færi til þar til bæra yfirvalda og ræddi málið, tæki málið fyrst upp þar og léti á það reyna kannski hvaða áhrif það hefði. Hún er voðalega ákveðin í allri framgöngu, hún talar ekki bara um þetta með Valtý, hún vil fá fleiri saksóknara, einnig við hvern banka, hún vil fá meiri fjármuni þarna inn og annars er hún bara farin. Er það ekki einhvern veginn svona manneskja sem við þurfum til þess að fara í gegnum þetta? Eins og ég hef lýst yfir, þá hef ég mikið álit á Evu Joly og til þess mikill akkur í okkur að hún skulle hafa fallist á að vera hér til ráðgjafar. En ég skil þetta ekki alveg og þess vegna velti ég upp þessum spurningum. Sko, hverjir eru þeir sem að veita Evu Joly upplýsingar? Vegna sem við vitum að hún er með mjög glæsilegan feril, marga sigra í baráttunni við hverskins efnahagsglæpi og spillingu en mér finnst þessi krafa hennar benda til ákveðins þekkingarleysis á okkar íslenska reglu og réttarumhverfi og það veltur auðvitað spurningunni líka hverjir eru hennar ráðgjafar. Eru þeir lausir við hagsmunatengsl? Þetta er auðvitað spurning sem verður að svara. Ég held að Eva Joly hafi kannski ekki alveg gert sig grein fyrir því þegar hún tók þetta verkefni að sér hvað við erum kannski lítil og fáliðuð yfirleitt í stjórnkerfinu, Íslendingar. Hún náttúrulega, en það er auðvitað rétt sem hún bendir á að ef að þessi rannsókn á að sko hafa slagkraft þá þarf náttúrulega, það kostar og það þarf að fjölga fólki og það þarf að kannski að leggja meira inn í hana. Það er eitthvað sem getur borgað sig til lengri tíma þó við sjáum kannski, horfum í peningin núna. Við eigum bara hins vegar ekki að gera það. Við eigum að gefa þessari rannsókn þann slagkraft sem hún þarf og þann mannafla sem hún þarf. Við skulum sjá hvernig við fylgjumst náttúrulega öll sömul með þessum málum áfram. Ég þakka ykkur báðum kærlega fyrir að koma hingað í Kastljós og spjalla um þetta.